markmið að ná í stuðning eða markmið að mála þig upp sem góða manneskju? Það það sem við erum að tala um. Þetta snýst ekki, þetta bara einhver dyggðaskreitingar della. Það sem að fólk að færa rök fyrir því einhvern veginn að við að vera að tala meira Palestínu, við að koma meira til móts við Palestínumenn. En það verið að ráðast að fjölmiðlum með því að skvetta á það málningu. Það náttúrulega ekki árás. Sama fólk hefur verið að tala um einhverja hatursorðræðu og eitthvað, ef þú ert ekki tilbúin til að segja að karl sé kona og kona sé karl, sem að segist bara vera það, að þá einhvern veginn ert þú algjörlega bara einhvern veginn vond manneski og það einhvern veginn ofbeldi og ofbeldi bundið við það og þú sért ekki algjörlega sammála þessu og þá allt í það. Já, og svo skvett málning á fjölmiðlamann og fyrir það að vera hjá ákveðnum fjölmiðl, þá spurt þetta ekki ofbeldi? Nei, þetta nú ekki ofbeldi. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 14. ágúst. Ég var eiginlega hálfnaður að taka þennan þátt upp þann 12. ágúst en ég lendi því að viðmælandi kom fyrr inn í stúdíu og þar leiðandi ég hérna heima hjá mig núna að taka upp, sem ekki alla jafna það sem ég geri, en það vegna óviðráðanlegra aðstæðina, þá þurfti ég að gera það hérna í dag. Nú þið þekkið þetta, Alvörubón, Fiskhúsið.is, Polsen, Happy Hydrate og að sjálfsögðu bæjarins bestu pilsur. Verslið við þessi fyrirtæki, ekki sakar ef að þið útskýrið fyrir þeim að þið séu þarna fyrir atbeina þessa hlaðvarps og það að þið hafa verið að hlusta. Eins og ég hef alltaf sagt, þessi fyrirtæki ekki endilega sammála mér, en þau samt sem áður styðja við það að það sé haldið hérna úti þessu hlaðvarpi og að málfrelsið sé virt, sem einmitt það sem langar að ræða hérna í dag. Nú það hefur farið svona mikinn umræður akademískt frelsi sem að mér hefur þótt engar áhugavert, bæði hvað það lítið rætt en líka hvað það mikið rætt. Það svona fer eftir því hvern ræðir, eins og ég ætla að koma inn á í þessum stutta eða langa þætti. Ég ekki með ákveða hversu langt þetta verður. En mér langar að byrja á einni gagnrýni sem ég fékk, eða allavega ég tel mig hafa fengið það. Það allavega talað hlaðvarp sem að tala málfrelsi sem að vildi síðan skerða málfrelsi annars manns, en fyrir þá sem að hlustuðu ekki á síðasta þátt, þá að ræða Ingólf Gíslason sem að sá til þess að ísraelskur fræðimaður gat ekki haldið fyrirlestur í Háskóla Íslands þrátt fyrir það að kennari við háskólan og prófessor, hann Gylfi Zoëga, hafi gengið úr skugga að þetta væri allt með felldu varðar það hvort að þessi fræðimaður, ísraelski fræðimaður, hafi verið að einhvern leiti að taka þátt í stríðsrekstri Ísraela á Gaza. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt brot og svo ætla ég að ræða það með ykkur. Mér finnst þetta líka vera svolítið svona tjáningafrelsismál. Mér finnst alltaf svo fyndið þegar kom svona mál að þá birtast alltaf riddarar tjáningafrelsisins og kalla eftir hörðum refsingum yfirvalds. En þetta eru mennirnir sem að halda úti heilu hlaðvörpunum það hvað sannleikurinn og vókisminn og hvað allt sé bara koll að keyra. Það kippa sér aldrei upp við þjóðamorð, svo heyrst það við. Nei, gera það ekki. En í þessu tilviki þá ég meina, það hreyfing sem að vill boykott á Ísrael og það varningur og svo líka akademískt boykott og menningarlegt boykott og og það alveg sama hvað manni finnst það hluti af frelsið til tjáningar að boykotta varning, að boykotta menningu eða og vera með þann málflutning þar sem og það innifelur það að mótmæla og það innifelur það að mæta á fundi og vera kannski háværi eða dónalegur. Í sumum tilvikum þá ganga mótmæli kannski lengra en við kærum okkur og í sumum tilvikum er framinn verknaður sem að einhver leiti brot. En þá yfirleitt reglur sem takast á við það til dæmis alveg spurning
mögulega hefði háskólinn alveg geta vísa mótmælendum úr salnum. Það verið bara með Securitas kallað og borðið það út. Og það er örugglega verið gagnrýnt en þú veist, það er bara eitthvað sem má. Eitthvað sem Hannes gerði einhverju áður, hálfu ára áður. Já, en sko, og mér finnst hann, Finnur gera þetta bara mjög vel þegar hann fer yfir þetta, því þetta er bara svo fáránlegu málflutningu, sko, að fólki sem að þykist vera verja tjáningafrelsið er núna að kalla eftir því að sko yfirvaldar sé að sko vinnuveitandi. Stoppi þessa stemmingu og refsi einhverjum fyrir að hafa tekið þátt í mótmælum. En þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég meina þeir afhjúpa sig alltaf bara fasistarnir, sko, þetta er bara kjánalegt. Í raunverulega ætti málfrelsið að verja mig þar sem ég verið að halda þið fram að það ætti að stöðva allt málfrelsi. Já, í raun og veru það sem að skekkjan í þessu þú ert að segja er að þessir menn sem að stíga fram er ofta að segja að það er ekki að verja málfrelsi þeirra sem vilja takmarka málfrelsi. Já, þeir minn alltaf bara, sko, það sé heilagt. Já, ég meina þeir búa til alls konar hugmyndir, sko, margir af þessum strákum, sko, en þetta snýst nú yfirleitt það að þeir vilja ekki verja tjáningafrelsi þeirra sem eru ósammála. Og þarna sjáum við Atla Þór Fandal á samstöðinni þar sem að hafa verið að fara yfir fréttir vikunar. Ég man nú ekki alveg hvaða dag þetta var, ég kannski sett lekka á þetta í heild sinni. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En þarna er sem sagt verið að ræða það að það sé verið að, svona þeir sem eru alltaf að tala fyrir málfrelsi, sem ég geri mikið, að ég sé bara tilbúin til þess að kasta þeim prinsipum á glæ þegar að einhver er ósammála mér eða eitthvað þvíumlíkt. Og ég sko vissi náttúrulega strax að Atli Þór, sem mér finnst mjög fín reyndar, ég vissi að hann hefði rangt fyrir sér, sko, en ég hugsaði samt svona, fór aðeins í taugunar á mér að ég vissi ekki, sko, af hverju hann hefði svona mikið rangt fyrir sér, og ég þurfti einhvern veginn að rifja það upp og ég náði mér aftur í þetta rit hérna, Frelsið eftir John Stuart Mill, og fór aðeins að glugga í því. Og sko, mér langar að lesa 3 klausur sem að hljóma kannski í fyrstu svolítið samhengislausar, en mér finnst aftur á móti þetta ná að ramma þetta svolítið vel inn í þessum 3 klausum. Það sem er sko verið að tala það að skerða tjáningafrelsi og hvenær það er gert og hvernig og af hverju. Og John Stuart Mill náttúrulega tala mest megnis í þessu riti það að það er aldrei að skerða tjáningafrelsi. En sko það er náttúrulega það prinsip sem að þarf að halda mjög í heiðri. Og sko áður en ég les þessar 20 klausur þá langar mér líka að benda á það, sko, að þarna er Ingólfur Gíslason sem er sem sagt kennari við Háskóla Íslands að meina öðrum prófessor að halda fyrirlestur, og ekki bara öðrum prófessor úr öðrum háskóla, heldur líka að annar prófessor sem hafði fengið þennan mann til sín til þess að halda þennan fyrirlestur sko gervigreind og ellilífeyrismál, held ég, hefði ekkert með stríðsrekstur að gera. Og náttúrulega hann Ingólfur Gíslason gat náttúrulega ekki sýnt fram á það að þessi Gil S. Epstein sem var þessi ísraelski prófessor hefði getað verið einhvern veginn bendlaður við stríðsrekstur Ísraela á Gaza. Þannig að ég held að það hafi verið meira verið bundið við það að hann sé Ísraelsmaður en ekki endilega í stríðsrekstur Gaza. En ég ætla svo sem ekkert eitthvað endilega að ræða það. Það sem er náttúrulega sko mikilvægast í þessu, eins og John Stuart Mill kemur inn að þessu riti og John Milton fjallar í Areopagitica og fleiri ritum sem að hafa að gera með tjáningafrelsi, þá er það sko réttur þeirra sem að komi til að hlusta, sem voru reyndar í þessu sko tilfelli eitthvað 8-10 manns, mjög fáir að tala hérna gervigreind og ellilífeyrismál, en sko það er náttúrulega réttur þeirra að fá að hlusta. Það er aðal prinsipið. Það er ekki réttur Ingólfs Gíslasonar að meina öðrum aðgengi að upplýsingum sem annar prófessor hefur fram að færa. Það er aðal prinsipið. Og nú veit ég sko að það sem er náttúrulega mikilvægast í þessu er að hann er prófessor, og ég kallaði eftir því að hann er í það minnsta ámyndur. Mér finnst reynda bara fáránlegt að hann sé að kenna, og eins og ég kom yfir inn á síðasta þætti þá er bara mikið áhyggjefni hvað hann kennir yfir höfuð. En gott og vel, látum það eins liggja milli hluta og höldum okkur við tjáningafrelsið. Það sem er sko mikilvægast í þessu er sko að ástæðan fyrir því að ég þurfi til að hann eigi að vera ámyndur og sé ekki sammála Atla Þór Fandal
í þeim efnum að ég sé einhvern veginn að opinbera það að ég sé að alfarið einhvern veginn á þeim buxunum að allir sem eru mér ósammála eigi að hafa minna tjáningafrelsi eða einhvern veginn að megi skerða þeirra tjáningafrelsi, að þá langar mig bara að benda það að sko í öllum tilfellum þegar að einhver sko prófessor er að meina öðrum prófessor að halda einhvers konar fyrirlestur, að þá eru bara komin á mjög hættulega braut. Og hann Kolbeinn H. Stefánsson kemur inn á þetta í viðtali sem hann fór með Finn Delsen. Finnur sem skrifaði grein til varnar Ingólfi Gíslasyni. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En Kolbeinn kemur einmitt inn á þetta eru svo hættuleg prinsip sem við erum byrjað að setja. Og með það í huga langar mig einmitt að lesa þessar 3 bútar úr frelsinu eða On Liberty eftir John Stuart Mill. Og hann sem sagt, þetta eru 3 klausur, hljóma kannski einkennilega samhengislausari til að byrja með, en ég tel þetta svona leggja ákveðin grunn að því sem ég langar svo að tala í kjölfarið. Hver maður er sjálfur best til þess fallinn að vaka yfir velferð sinni til líkama eða sálar, þessa heims eða annars. Mannkyninu er meiri akkur í að leyfa mönnunum að lifa eins og þeim þykir best en að þröngva þeim til að lifa eins og allir aðrir telja fyrir bestu. Þessi kenning er langt frá því að vera ný og sumum kann að finnast hún liggja í augum uppi. Þá er engin kenning jafnöndverð allri stefnu ríkjandi hátta og hugmynda. Þjóðfélagið steypir þegna sína í sama móti félagslegu tilliti, en það hefur kostnað jafnmikils kapps áþekk afskipti af einkalífi manna í nafni einhverra manngildasjónarmiða sinna. Ríki fornaldar þóttust hafa rétt til íhlutunar sem einstaka þætti einkalífsins og hinnir fornu heimspekingar voru sama sinni. Rökin voru þau að ríkið ætti ákaflega mikið undir atgerfi þegna sinna til sálar og líkama. Þetta viðhorf átti ef til vill rétt á sér í litlum ríkjum og umsetnum á allar hliðar sem voldugir fjandmenn gátu eitt í árás eða innri átökum kollvarpað. Og þannig er hann sem þetta að segja að það er náttúrulega bara búið að breytast rosalega mikið hvaða viðhorf við höfum gagnvart ríkinu og svona aðgengi annara af hverslags afskiptum. Og svo eldur hann áfram og þannig fer hann að færa yfir það sem hann talar ríkið og yfir á það sem er svona almenningi finnst. En ég neita því að þjóðin hafi rétt til slíkar nauðungar. Hvort heldur hún beiti henni sjálf eða lætur stjórnina eina það. Þetta vald er óréttlátt í sjálfu sér. Hinn besta stjórn hefur engu meiri rétt til þess en hinn versta. Það er jafn skaðlegt eða enn skaðlegra þegar almenningur leggur blessun sína yfir beitingu þess að þegar því er beitt í andstöðu við almenningsálitið. Það er að segja að almenningsálitið eigi einhvern veginn að hafa aðkoma því hvernig ég haga mér. Þótt gervalt mannkinn að einum frátöldum væri sömu skoðunar og aðeins þessi eini á öndverði meiði, þá hefði mannkynnið engu meiri rétt til að þagga niður í honum en hann til að þagga niður í því. Ef skoðun manns væri einkaeign og öðrum mönnum einskis virði og eigandanum einum til meins að vera varnað skoðuna sinnar, þá skipti máli hvort einungis fáir væru beittir slíkum órétti eða fjöldi manna. En skoðanir eru ekki einkaeign. Ef skoðun er meinað að njóta sín, þá er gervalt mannkynnið rænt eign sinni. Það er að segja við eigum alltaf rétt á því að heyra hvað aðrir hafa að segja. Og nú ætla ég að svolítið að renna saman. Þetta er sér að blaðsíða 50 fyrsta klausan og seinni klausan er á blaðsíðu 54. En svo ætla ég að fara hérna á blaðsíðu 153 út af því hann talar náttúrulega, John Stuart Mill talar rosalega mikið þetta í samhengi við ríkið. En aftur á móti þá kemur hann líka inn á þetta almenningsálit eins og hann var hérna að gera í seinni klausinni. Og ef við líka bara römmum þetta bara aðeins inn í þann svona hugarheim sem við erum að sjá í dag, að þá er þetta
miklu meira bundið í einhverju svona, já, að þú eigir að vera á einhverju ákveðinu skoðun og það er ekki endilega ríkið sem að viðhefur þessi sjónarmið, heldur í einhverju svona siðferðilegu, með siðferðislegu einhverju sko barefli sem við eigum með einhvern veginn öll að þurfa að lúta. En ég tel að þetta sé mikið mein og sé í rauninni ástæðan fyrir því að við erum að sjá mikinn, hvað ég að segja, svona félagslegan ágreining, við erum að sjá félagslegan ágreining aukast gríðarlega og ekki kannski með mjög, já, á fallegan máta. En hérna, þetta er seinasta klausan sem ég les úr þessari bók og svo heldum við áfram. Þannig er sagt ofsatrúamann sem sakaður var að lítilsvirða trúatilfinningar annarra að hann hafi svarað því til að aðrir lítilsvirtu tilfinningar hans ekki síður með því að halda trú sinni, svo viðbjóðsleg sem hún væri. En tilfinning manns fyrir skoðun sinni er ekki sambærileg við tilfinningu annars manns sem gremst þessi skoðun. Við gætum eins borið löngun þjófs til að stela pingju saman við löngun eigandans til að halda henni. Og það er eins um smekk manns og skoðun hans eða pingju. Það er leikur einn að ímynda sér fyrirmyndar almenning sem veitir einstaklingum fullt frelsi til ákvarðana álitamál og krefst þess eins að þeir forðist á breytni sem hafna má á grundvelli almennra reynslu. En hvar hefur sá almenningu verið sem setti í hlutun sinni einhver slík mörk? Hvenær hirðir almenningur almenna reynslu? Þegar almenningur hlutast til enga breytni manna kemst sjaldan annað að. En hve fráleitt að sé að einhver skuli ástunda aðra breytni og hafa aðrar tilfinningar en fólk flest. Engu að síður er almenningsálitið lítilega dulbúið sá mælikvarði á rétt og rangt sem 9 af hverjum 10 siðfræðingum og frumspekingum reiða hátt á loft og telja mönnum í trúum, að sé æðsta boðar trúabragð á heimspeki. Þeir kenna að annað eða hitt sé rétt af því að það sé rétt, af því að við finnum að það sé rétt. Þeir kenna okkur að leita í hug og hjarta að algildum siðareglum okkar sjálf og alla aðra. Okkar sjálfra og allra annara. Og hvernig ósköpunum á vesæll almenningur að bregðast við slíkum kenningum? Á hann annara kosta völun að breyta samkvæmt þeim og gera engatilfinningar sínar fyrir góðu og illu ef þær eru hóflega almennar að lögmáli fyrir alla menn víða veröld? Spyr hann náttúrulega. Það er að segja og þannig erum við náttúrulega ekki endilega að tala fyrirlestur sem að var eitthvað sem að var slæmt, heldur verða bundið við prófessorinn sjálfan. Og hugsið ykkur þau prinsip sem við erum að leggja innan akademiskra stofnunar, ef að við ætlum að fara að leyfa það að einhver getur bara ráðist inn á fyrirlestur og meina það að einhver haldi þann fyrirlestur. Sérstaklega ef að það hefur að gera með kynþátt eða annað. Og það sem að mér þykir hafa einkennt þessar vendingar undanfarna daga varðar pólitískt og akademist frelsi prófessora til þess að tala það sem að þeir vilja, algjört prinsipsleysi. Og algjört prinsipsleysi Atla Þórs Fanndal í þessu tilliti, algjört prinsipsleysi Finn Stelzjen sem sem sagt heimspeki prófessor við Háskóla Íslands og annara sem að einhvern veginn hafa verið að draga fjöður yfir alvarleika þessa máls. Og ég vil færa rök fyrir því að ef að væri að ræða til dæmis einhvern sem segjum sem svo bara að einhver hægri sinnaður prófessor hefði ráðist inn á fund fjölmenningu og Palestínu og stuðningu Palestínu og einhver hefði ráðist hana inn með skjöldur Íslands, segjum að þeir hefði verið hana með plaggöt sem að segja fjölmenning ógeðsleg og þetta ekki boðlegt að við séum að leyfa svona fyrirlestra í okkar samfélagi út af því að við styðjum ákveðin málstað. Hugsið ykkur hvar umræðan væri í þessu og myndi Silja Bára Ómarsdóttir leyfa sér að tala ekki málið núna, ég veit ekki hvað komið vika síðan það bil, rétt vika. Umræður þessi mál væru allt öðruvísi. Ef þetta hefði verið fjölmenningarmál, ef þetta hefði verið til stuðnings einhvers konar eða stuðningsmaður Palestínu væri með fyrirlestur, eða væri
hinsegin daga, ef einhver hefði verið þannig með fyrirlestur hinsegin daga og einhverjir sem eru mótfallnir ákveðinni stefnu samtökana 78 hefðu ráðist þarna inn og farið að færa rök fyrir því að þannig ekki fyrirlesturinn að fara fram út af því þau séu svo ósammála og þetta sé algjörlega ósiðlegt og að prófessorinn sem að býður þessum prófessor frá einhverjum öðrum háskóla ætti að sjá skömm sína í því að leyfa slíkum kynvilling eða einhverjum sem að styður Palestínu þá að hryðjuverkamaður þið fattu hvað ég meina. Hugsið ykkur hvernig umræðurnar hefðu orðið ef að það hefði verið raunin. Hefðu við verið að sjá Findelsen og fleiri prófessora fara einhvern veginn að draga fjöður yfir það að þetta sé einhvern veginn ekki jafn alvarlegt og við teljum og eigi einhvern veginn að flokkast undir tjáningafrelsi Ingólfs Gíslasonar út af því að hann einhvern veginn að tala fyrir svo réttlátum málstað. Ekki séns. Sá prófessor hefði réttilega verið rekinn á stundinni. Við værum örugglega ekki einu sinni að tala einhvers konar áminningaferli. Við varum að tala það að sá prófessor væri alltaf að fara að verða rekinn réttilega að mínumati og það væri örugglega fyrir atbeina SHI og allir sem eru þannig innan háskólaveggjanna sem eru á þeirri skoðun náttúrulega að það sé hryllingur að gerast á Gaza sem náttúrulega hárrétt. Þannig samt prinsipsleysi orðið þannig að þetta skaðar bara akademiska ímynd Háskóla Íslands út af því að við vitum ef þetta hefði verið öfugt. Ef þetta hefði verið hægrisinnaður prófessor sem hefði ráðist inn á fjölmenningafund, svo ég segi þetta nú bara aftur, ég veit ég er búin að segja þetta en ég vil bara impráða þessu. Ráðist hann á fjölmenningafund og sagt þið eruð ekki að fara að halda hérna fyrirlestur og ég ætla að öskra þangað til allir eru komnir úr salnum. Og svo myndi hann segja, já þetta bara innan hennar ramma þess akademisk frelsi sem ég hef sem prófessor. Og svo kemur Ingólfur Gíslason og segir, já, nei, þetta það er verið að vega að mínu akademísku frelsi fyrir það eitt að hafa aðeins meinað öðrum prófessorum það að tala. Að það sé til umræðu er aðför að hans tjáningafrelsi og akademísku frelsi. Við erum í einhverjum upside down heimi. Þetta er bara heimur á hvolfi sem við erum þegar þetta er orðin staðan. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt brot þar sem að hann Kolbeinn H. Stefánsson ræðir þetta mitt. En enda rétt áður en að gera það, ég ætla að koma inn á eitt út af núna veit ég að það einhverjir já þér greinilega finnst bara eitthvað svo frábært það sem að gerast á Gaza. Þetta hefur ekkert með að gera hvað að gerast á Gaza og hugsið líka aðeins út í leikjafræðina. Hann Ingólfur Gíslason búinn að fá einhver meðvirka nemendur örugglega innan einhverjar fjölmenningafræða og þessara svona fræða sem að hafa gert lítið úr sjálfur sér með athöfnum líkt og þessum. Hugsið ykkur hversu margir styðja núna, ef við tökum bara svona fyrir og eftir þennan atburð, hversu margir á Íslandi styðja hugsanlega Palestínu. Örugglega færri. Þegar það mætt með málingu og skvett á blaðamann, þá eru færri sem styðja Palestínu. Þegar að einhverjir aðilar fara og maka hendurna sínar utan í og fara, og hvað var það, fyrir utan ég man ekki hvað það var, hvort það var fyrir utan utanríkisráðuneytið eða eitthvað, og fara að mála utanríkisráðuneytið og baka skattgreiðendunum mikla aukin fjárútlát fyrir það að þurfa að láta hreinsa þetta, eru fleiri eða færri sem styðja við Palestínu. Og nú ég að þeirri skoðun persónulega að það er algjörlega óboðlegt hvernig Ísraels er að athafna sig inn á Gaza. Það er algjörlega bara viðbjóðslegt að fylgjast með þessu og nú þegar fólk er að deyja úr hungri þá er það náttúrulega bara algjörlega hræðilegt og algjörlega óafsakanlegt. En hvert er markmið? Er markmið að ná í stuðning eða er markmið að mála upp sem góða mannesku? Það er það sem við erum að tala um. Þetta snýst ekki, þetta er bara eitthvað dygðaskreitingar della. Það sem að fólk er að færa rök fyrir því einhvern veginn að við höfum að vera að tala meira Palestínu, við höfum að koma meira til móts við Palestínumenn, en það er verið að ráðast að fjölmiðlum með því að skvetta á það málingu. Það er náttúrulega ekki árás
sama fólk og hefur verið að tala sko einhverja hatursorræðu og eitthvað, þú veist, ef að þú ert ekki tilbúin til að segja að karl sé kona og kona sé karl sem að segist bara vera það, að þá einhvern veginn ert þú algjörlega bara einhvern veginn vond manneski og það einhvern veginn ofbeldi og ofbeldi bundið við það og þú sért ekki algjörlega sammála þessu og þá allt í nummer það, já, svo hérna skvett málning á fjölmiðlamann og fyrir það að vera hjá ákveðnu fjölmiðl, þá spurt hérna, þetta ekki ofbeldi? Nei, þetta nú ekki ofbeldi. Eins og ég segi, þetta er heimur á hvolfi. En hérna hlustum aðeins á Kolbeinn H. Stefánsson. Yfirlýsingar UNESCO frá 1997 stöðu starfsfólki í háskólum. Þar sem sagt kemur fram að ekki bara hafa starfsmenn í háskólum réttindi til þess að bæði segja frá og hlusta, heldur bara þeim skylda til þess að virða og verja akademísk frelsi hvers annars. Við höfum líka séð þetta í skýrslur norrænu stéttarfélaga háskólastarfsmanna sem kom út í fyrra akademískt frelsi, að það akademískt frelsi skilgreint frekar vítt og eitt af því sem tekið á eru atburðir eins og þeir sem áttu sér stað þannig á þessum fyrirlestri. Frá 2023 yfirlýsing frá samtökum bandarískra prófessora þar sem kemur skýrt fram að þeir taka nákvæmlega svona dæmi fyrir og líta þetta sem alvarlega ógn við akademískt frelsi og taka það fram að þetta sýnst ekki bara frelsi þess sem að að tala, heldur líka frelsi til þeirra sem eru komnir til að hlusta. Vandamáli kemur að þegar kemur að því að meta á einhvern hátt hvaða málstæður sé þess virði að yfirstíga akademískt frelsi. Það engin leið til að draga þá línan skýran hátt. Þetta snýst gildismat. Ég var nú bara hérna fyrir utan að horfa á skjána sem að erum uppi og þá kom í ljós að stærstu hluti Íslendinga vill að Ísland stígi harðar inn í þessa deilu og taki meira afgerandi afstöður, slíti tengsluvísalega hvað sem að fólk vil gera. Það kom líka fram að 30% voru á því að þetta væri nóg gert og 20% að það væri hægt að gera minna. Svona hlutir geta snúist ákaflega hratt. Maður getur í krafti einhvers konar meiri hluta skoðunar eða vinsællar skoðunar stigið inn í akademískt frelsi og sagt hér ég með góðan málstað. En þetta eru það sem myndu kalla svona normatív sjónarhorn, þar sem að góður málstaður snýst aldrei mikið bara hvernig hver og einn sér hann. Þannig að ef við ætlum að gera einhverjar undanþágur út af einhverjum tilteknum málstaða því að hann sé svo augljóslega góður og mér finnst málefni Palestínu mjög augljóslega góð. Þá erum við einfaldlega búin að opna á ákveðna svona Pandóru öskju sem að skapar okkur vandamál í framtíðinni. Kannski fá að skjóta rétt inn. Ég held að það sé ákveðin nævi sem að halda að þetta hafi raunverulega áhrif. Ísrael hefur þurft að taka við ýmsu frá alþjóðasamfélaginu bæði og svo almenningi á Vesturlöndum. Það virðist ekki hafa haggað þeim hingað til og þau hafa jafnvel lýst því yfir bara nýlega að þau mun ekki láta neinar þvinganir eða neitt stoppa sig. Þannig að ef að fólki líður betur með sjálft sig að hafa staðið þannig, þá það sem þetta snýst Þetta snýst það að fólk sé að skreita sig með því hversu gott það án þess að raunverulega vera að gera neitt sem skiptir máli. Og þannig var ég þetta er 13. ágúst, þetta er síðasta hlaðvarpið, síðasta viðtalið segi ég á morgunútvarpinu hjá Ingvar og Hafdísi, þar sem að þau fengu Finn Delsian og Kolbeinn H. Stefánsson. En þannig eins og ég segi, sko, þú veist þannig sérst þetta bara svart á hvítu, ég var ekki með mikið af úrklippum frá Finn út af því einfallega mér fannst hann málflutningur hans vera verulega veikur, en sko þetta snýst bara dyggðaskreitingu og þetta snýst dyggðaskreitingu þeirra sem að vilja mála sig upp sem góð manneskja til þess að geta sagt öðrum það síðar meir án þess þó að hafa einhvers konar slagkraft eða raunverulega áhrif. Og mér varst bara, þú veist, eins og Kolbeinn kemur inn á henni í lokin, þetta snýst bara dyggðaskreitingu. Væri til dæmis Finnur þarna ef að hefði verið að ræða einhvern sem hefði öskrað niður fjölmenningasérfræðing eða hinsegin sérfræðing, þú veist, væri hann þannig mættur að segja við þurfum að passa að skilgreina allt hérna mjög þröngt, við þurfum að passa að skilgreina akademískt frelsi þröngt og ég held að þetta falli undir þann ramma. Ekki séns, eins og ég er búin að segja. Þú veist, þetta
Þetta bara einhver heimur á hvolfi. En hérna, hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Sko, það sem að mér langar líka að ræðum, að núna var ég að sjá til þess að Trump ætlar að fara að byggja á þeirri hugmynd að Smithsonian safnið, sem sem sagt svona sögu safn Bandaríkjanna, það alveg merkilegt að koma inn í þá stofnun, en þetta sagt bæði safn og ákveðin svona hornsteinn sögulegra menninga Bandaríkjanna og reynda víðar. Þarna sem sagt kemur í fréttum að Trump sjáu fyrir sér að ætla að breyta sögunni til þess að hagræða henni gagnvart einhverjum og telur sem sagt að eitthvað rangt sé í gangi þar og hugsið ykkur sko á hvaða stað við erum svona samfélagslega. Þú veist, núna, það engin vinstri flokkur sem kemst inn á þing. Allar svona dellu hugmyndir það sem að gerast innan svona gremjufræða og fórnarlambafræða, þú veist, þetta alveg orðið bara eitthvað sem að enginn tekur mark á. Og akademían virðist hafa mjög litlar áhyggjur af þessu allavega þegar maður horfir út af við. Og eins og ég segi, kannski ég með smá imposter syndrom að vera gagnrýna akademíanu svona mikið verandi fyrir utan hana. En ég aftur á móti tel sko að ég reiði mig rosalega mikið á akademíu og ég held að við gerum það meira og í miklu meira mæli heldur en að við gerum okkur oft grein fyrir því að það ákvarðanir sem að við tökum eru oft teknar með tilliti til bestu upplýsinga sem að við fáum út á rannsóknum. Og það sem að gerast náttúrulega í Bandaríkjunum, ég var að hlusta á Ann Applebaum hjá Sam Harris, þar sem að hún var einmitt að færa rök fyrir því að það sem hefur verið merkilegast við það þegar Trump kemur inn hversu margir eru tilbúnir til þess að gefa öll prinsip upp á bátinn. Og þá er hún að tala sérstaklega svona stórfyrirtæki, almenn svona, innan akademíuna líka, miklar áhyggjur ýmissa háskóla, gagnvart því hvernig Trump aðhefst í því að veita fjármagn og þetta svolítið svona heimur sem að minnir mann svolítið á The Captive Mind eftir Czesław Miłosz eða Miłosz víst hvernig maður segir það Czesław Miłosz en það svona eins og að segja Barcelona eða eitthvað, ég myndi aldrei segja það, þannig að ég ætla bara að segja Czesław Miłosz sem skrifast þetta Captive Mind. Ég er búin að tala þessa bók mjög oft og ég mæli eindregið með að lesa hana en þar fjallar hann sem sagt í upphafi bókarinnar fjallar hann ákveðin svona, ákveðina fjötra athafna, tjáningar, hugsunarfrelsi í Sovétríkjunum, eitthvað sem hann sá fyrir. Hann var mikið, ég vissi þetta ekki, ég bara komst að þessum daginn að Czesław Miłosz, eða Miloš, ég ætla ekki að fara að segja Barcelona. Hann sem sagt var fyrir miklum áhrifum Orwell og ég reyndar vissi ekki að þeir þekktust og ég vissi ekki að Miloš hefði á annað borð einhvern veginn orðið áskynja hans verk áður en að hann Orwell fjall frá. En Czesław Milosz sagði Orwell að það hefði verið ótrúlegt hversu nákvæmur Orwell hefði tekist að vera til þess að greina Sovétríkin undir Stalin og að þetta hefði haft mikil áhrif á það hvernig hann skrifar þessa bók The Captive Mind. En sko hann eins og ég segi, hann fjallar þessa fjötra í byrjun, hann talar The Pill of Murti Bing sem eiginlega Red Pill, þetta upphaflega Red Pillið, ég mæli með þið, þetta The Pill of M-U-R-T-I Bing. Murti Bing, ég mæli með að googla þetta svona einhvern veginn fyrsta Red Pillið, þetta frekar merkilegt. Svo annar kafli, þá heitir hann Looking to the West og þá var hann að fjalla það hvernig Sovétríkin sjá fyrir sér vestræn ríki og hvernig náttúrulega eins og í Sovétríkjunum það búið að keyra þá hugmyndin í allt sem í vestrinu sé hræðilegt og ógeðslegt. Svo talar hann Catman sem ég hef náttúrulega mjög oft talað en svo fjallar hann alfa, beta, gamma, delta og mannin
sem eru mismunandi einstaklingar sem hann kynnist og eru sumir listamenn, sumir rithöfundar, sumir álitsgjafar og annað og hvernig þegar að Sovétríkin verða til, hvernig mismunandi fígúrur eru tilbúin til þess að aðlaga síðan nýjum veruleika og gefa upp ákveðin prinsip og ég myndi færa rök fyrir því að það bæði eitthvað sem að gera svona í Bandaríkjunum undir Trump en ég myndi líka færa rök fyrir því eins og í þessu dæmi sem ég búin að vera að fjalla í dag að það líka eitthvað sem gerist bara innan akademíunar þegar einhver álitamál koma upp. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og ég held að það sé mikið skaðræði fyrir akademíuna að vera tilbúin til þess að draga fjöður yfir athafnir Ingólfs Gíslasonar undir þeim formerkjum að málstaðurinn sem hann var að mótmæla sé svo kolrangur sem að reyndar hafiði ekkert með stríðið á Gaza gera heldur, gervigreind og ellilífeyrismál, en sé bara tilbúin til þess að einhvern veginn tala akademískt frelsi, við þurfum að skilgreina þetta þröngt, ekkert heyrist í rektor sem ég skil ekki Silja Bára er nýbúin að taka við og það ekki búið að heyrast orð frá henni þetta, við getum verið 100%, ég veit ég að segja þetta svona 10. skipti núna í dag, getum verið 100% að ef að þetta hefði verið einhver annar að tala einhvern málstað sem að einhvern veginn réttlættur undir formerkjum þessara fræða sem ég tala svo oft að þá hefði allt farið hérna í háa loft. Það hefði engum verið leyft að komast upp með það, sérstaklega prófessor, að fara að tala niður hinsegin samfélagið, tala niður einhvers konar fjölmenningar þema, einhvers konar málefni varðar þeldökka á Íslandi, eðlilega ekki. Að sjálfsögðu á viðkomandi ef prófessor að vera ámenntur eða jafnvel rekinn. En það á líka við þessu, ef við ætlum að halda í einhver prinsip. Og ég veit ekki, ég held líka að þetta hafi með það að gera að þegar að prinsipin eru brotin að þá einhvern veginn flýtir að þeirri vegferð sem að við erum nú þegar á. Vókið algjörlega búið, það allir búin að gefast upp á svona dellu hugmyndum það við höfum að skerða tjáningafrelsi undir þeim formerkjum að fólk sé svo gott og við höfum algjörlega einhvern veginn að berja alla í svaðið sem eru ósammála. Þetta alveg búið og mér fannst ég kannski bara enda það með því myndbandi þegar Heiðar Guðjónsson var síðast hjá mér að þá fjallaðan, hann náði svolítið vel utanum það hvernig svona vinstrið og vókið hefur eyðilagt fyrir sjálfu sér en mér þykir við sjá þetta núna í ákveðni stökkbreyttri mynd þegar að akademískt frelsi undir að það mun koma til með að brjóta niður svona það traust sem að nú þegar hefur beðið ákveðna hnekki. Það mun flýta þessari vegferð að fólk gefist meira upp á akademínu og mér finnst alveg ótrúlegt hvað maður heyrir í fáum prófessorum. Reyndar sá sem að var andspænis Silju Báru núna í síðustu kosningum fyrir rektor, hann Magnús Þór Karlsson, ég man ekki hvað hann heitir, maður á að vita þetta, ég set mynd á hann hérna. En hann hefur allavega fært rauk fyrir því að þetta hafi verið stóralvarlegur atburður og náttúrulega bara breyting á því akademíska umhverfi sem að við alla jafna viljum halda í heiðri. Og ég eins og ég segi þú veist, mér finnst þetta myndband sem að Heiðar Guðjónsson, þetta kannski hefur ekki sérstaklega að gera með akademískt frelsi en aftur á móti þá finnst mér þessi punktur sem að hann fara yfir í þessu myndbandi sem ég ætla núna að sýna. Mér finnst hann ná utanum nákvæmlega þessa vegferð sem að við erum núna á. Ég hef miklar áhyggjur af þessu, ekki út af því að mér þykir svo rosalega vænt þá sem hafa verið svona helst í fararbroddi á því að móta dellu hugmyndir inn í allt sem við kemur mannlegu samfélagi, heldur að það sem að hverfa með þessu ákveðið og það sem verið að grafa undan líka akademískt frelsi fræða, sérstaklega félagsvísinda, sem að ég tel að við höfum mjög mikinn ábata af. Ég tel að það sé frábært að við séum með
ákveðina fræðigreinar sem að rannsaka ýmis mál varðar svona samfélagsmál. Já, það svona vatnið gruggara, það er ekki alltaf jafn auðvelt að meta og greina breytur, en aftur á móti mikið af frábæru fólki sem að stunda rannsóknir á félagsvísindasviði sem maður græðir stórkostlega á. Þetta eitthvað sem ég notaði í mínu starfi að greina samfélagsmál, en hins vegar hefur og hafa fræði eins og kynjafræði og önnur svona gremjufræði, þeim fræðum hefur tekist að eyðileggja fyrir þessu. Þeim hefur tekist að eyðileggja fyrir því að bara akademían verði verri. Ég veit ekki hvernig orða það betur. Önnur frábær bók, Samir al-Khalil, sem að fjallar Republic of Fear eða Saddam Hussein, þar sem hann skrifar það hvernig að búa í umhverfi þar sem að hræðslan langöflugasta vopnið. Og það svona haldið, ég bara gluggaði þessa bók eftir, það mjög langt síðan ég las hana, en þannig hann að tala það að þegar að ákveðinir svona samfélagslegir kimar samfélagsins að ógna stanslaust, að þá einhvern veginn ferð að haga í samræmi við vilja alls mengisins. Og ég ætla ekki að segja að við búum við veruleikan sem var undir Saddam Hussein, en aftur á móti að þá við í svona ákveðinu svona það sem að félagslegt aðhald farið að verða full mikið. En klárum þetta á ræðu Heiðars Guðjónssonar Vókið og vinstrið. Vók, vinstri menn, umhverfissinnar og svo framvegis, þeir bara gengur langt og héldu að með því að færa pendulinn svona langt til vinstri að þá myndu þeir ná sínum hugðarefnum í framkvæmd. En það sem þeir gerðu var bara að ofbjóða fólki. Það sem hefur gerst eins og hvernig lífskjör var hrunið í Þýskalandi í samanburði við svona löndin í kring, eins og í talangi Pólland, þar sem lífskjarabatinn gríðarleg. Að þeir bara framkvæmdu, eins og ég sagði, efnahagslegt harakiri með gallaðri orkustefnu í nafni umhverfisverndar. Og þeir munu þurfa að súpa úr skálinu með það, að súpa seyðið af því, að bara öll þessi kynslóð sem fór í þessa vitleysu. Og kostnaðurinn við allt þetta að koma fram núna. Það var loksins þegar bandaríski hæstiréttur tók fyrir málið mismunun, jákvæða mismunun eins og það kallað, sem bara mismunun, og fór að fara yfir að það var fullt af hæfileikaríku ungu fólki sem komst ekki í skólan sem það sannarlega átti skilið vegna þess að það þurfti að búa til pláss fyrir einhvern sem hefði miklu minni hæfileika. Þetta bara ekki sanngjarnt og stóðst ekki í stjórnarskrá. Þannig að afleiðingarnar af þessari vitleysu að koma fram, og þá fólki hreinlega ofboðið, og þá, eins og vinstrimenn hefðu átt að átta sig á með því að færa þetta svona langt til vinstri, þá bara smellir pendullin sér með rosalega miklum skriðþunga bara lengst til hægri. Fólk tilbúið að umbera ýmislegt, en því að þið ofboðið, að þá bara snýst það 180 gráður. Og þetta það sem vinstrimenn hafa verið að kalla yfir sig. Og þess vegna kemur ekkert óvart að málin sé að þróast á þennan veg. Þar hafið það, Alvörubón, Pólsen, Fiskhúsið.is, Happy Hydrate og bæjarins bestu pilsur. Verslið við þessu fyrirtæki, hafið það gott. Ég vona að þið hafið notið þess að hlusta. Ég naut þess að tala. Þetta var svona meira í svona, ég tók þetta svolítið á viðstöðulaust, eins og sagt er. Ég vona að næsti þáttur verði ég veit að þessi bakgrunnur flottur, ég bara ekki með lýsinguna sem ég vil og þetta kemur ekki alveg jafn vel út. En bakgrunnurinn samt flottur, ég ætla að gefa mér það. En ég vona að það hafi gott. Takk aðeinslega fyrir að hlusta, njótið helgarinnar, verið mjög góð við hvort annað og segið það sem ykkur finnst.